Á nákvæmlega sama tíma og Freyja féll í gegnum hliðið var Skotti staddur í lausu lofti. Hann var raunar stökkvandi á mótorhjólinu sínu, svífandi fyrir ofan torfæru hóla sem voru búnir til úr hinum ýmsu tegundum af nammi. Skotti var í essinu sínu. Hann hafði nýlega fengið þetta mótorhjól og undanfarið hafði hann gert lítið annað en að þeysa kæruleysislega hóla, holt og hæðir, oftar en ekki glottandi prakkarlega. Skotti fór í aftur og bak heljarstökk á mótorhjólinu, lenti mjúklega og skransaði glæfralega. Hrískúlur, hlaup og möndlur þeyttust tvist og bast. Skotti dæsti. Erfiðu tímabili í lífi hans virtust loksins lokið og hlutirnir virtust vera að ganga honum í hag. Kominn tími til, sagði Skotti upphátt og brosti út í annað. Einmitt þá opnaðist glóandi gátt á himninum beint fyrir ofan Skotta og undarleg vera féll niður til jarðar.